Með upptöku. Já, komið. Ok, þá fundur settur í bæjarstjórn Hveragerðis þann 12.11.2020 og fundargerðir Helga Kristjánsdóttir skrifstofustjóri og þáttakendur í fundinum eru bæjarfulltrúar Eyþór Ólafsson, Friðrik Sigurbjörnsson, Bryndís Eir Þorsteinsdóttir, Aldís Hafsteinsdóttir, Njörður Sigurðsson, Þórunn Pétursdóttir, Jóhanna Ýr Jóhannsdóttir og svo Helga sem ritar fundargerð. Og það er einhver athugasemdir við fundarboð. Engar koma fram, þannig að þá höldum við bara áfram. Þá er það fyrst fundargerð bæjarráðs frá 15. október. Já. Vaknast hún ekki hérna? Svona. Orðið er laust þar. Ég fæ ekki, ég er að reyna rétt upp hönd. Ég sé ekki flipan inn á Teams núna, sem maður getur rétt upp hönd. Held að veri, er það kannski bara í Zoominu, nema hann að rugla saman? Nei, það er hendið þarna uppi fyrir svona hægra megin við miðjuna. Ég sé hann ekki núna. En mig langar að koma með bara bókun við lið 3. Lið 3 sem var samþykkt á gjaldskrá götu og torgsölu. Já. Á ekki bara að lesa hann við? Gjörðu svo vel. Bæjarfulltrúi Frjálsami Framsókn leggur fram eftirfarandi bókun. Bæjarfulltrúi Frjálsami Framsókn fagnar því að vel hafi verið tekið þá tillögu og B-lista að vinna samþykktina betur og vísa þeim til afgreiðslu bæjarráðs. Samþykktirnar tóku nokkrum breytingum en bæjarfulltrúi Frjálsami Framsókn harmar að meirihluti sjálfstæðismanna og bæjarfulltrúi okkar Hveragerðis samþykki reglur sem feli í sér ársgjald á leigu fyrir langtíma stæði sem er helmingi hærra en í nágrannasveitarfélaginu Reykjavík. Hveragerðis skipar sér því í sæti þeirra sem innheimta hvað mest á landsvísu fyrir starfsemi sem þessa sem má telja sérstakt þar sem starfsemin eykur þjónustu við íbúa og ferðamenn. Bæjarfulltrúi Frjálsami Framsókn vill leggja áherslu á mikilvægi atvinnuuppbyggingar ekki síst í dag á þessum óvissutímum og undir þetta rita ég sjálf Jóhanna Ýr Jóhannsdóttir, bæjarfulltrúi Frjálsami Framsókn. Takk fyrir þetta. Það var nú kannski svona hálfpartinn búið að svara þessu í bókun meirihlutans við bæjarráð. En Njörður er næstur, gjörðu svo vel. Já, forseti. Takk fyrir þetta. Ég ætla einmitt að tjá mig líka sama lið og ég þakka Jóhannu kærlega fyrir að tala meirihluta Sjálfstæðisflokks og okkar Hveragerðis. Það er í fyrsta skipti sem ég heyri það. En ég setti nú bókun inn þegar við afgreiddum þetta í bæjarráði þar sem að ég svona benti akkurat á þessi atriði sem að Jóhanna bendir á og í raun og veru hefði kannski líka mátt gera þetta betur á þann hátt að ég fékk eiginlega aldrei svör við því af hverju mætti ekki tengjast líka vagna við frárensli. Þess að það er til dæmis á Akureyri og ég sá það þegar ég var þar daginn að það er svona matavagn sem er tengdur við frárensli og nú hefur einn svona matavagn opnað í Hveragerði og viðkomandi aðili ákvað að nýta ekki þjónustu Hveragerðisbæjar og hafa vagninn staðsettan á lóð bæjarins, heldur á lóð við Flóru. Og það er án efa vegna þess að reglunar eru ekki nógu liðlegar til þess að viðkomandi, að það sé fýsilegt fyrir viðkomandi að opna vagn þar. Þannig að það er alveg spurning hvort að ekki að taka þetta upp aftur og reyna að gera það liðlegri. Hluti af því eru þetta háa verð sem maður sett á þetta og ég minni enn og aftur á það að við eigum ekki að rukka meira en það sem að kostar bæinn að veita þessa þjónustu. Og það hefur ekki verið sýnt fram á það að það kosti 300 krónur á ári að gefa út þetta leyfi. Og eins held ég að það ætti að taka upp reglun og til dæmis að kanna með það hvort ekki að tengja við frárensli. Þannig að það eru auðvitað bara lykilatriði þegar slíki matarvagnar eru. Ég veit ekki hvort að þess þurfi með aðra söluvagnar, en allavega matarvagnar. Takk.
Takk fyrir þetta. Ekki fleiri hafa kveðið sér hljóðs, eða hvað? Jú, Jóhanna Gjörsvöld, þú eru eiginlega að finna hennar takka því annars missi ég alla stjórn á þessu. já, hann bara ekki sýnilegur hérna hjá mér akkurat þessa stundina, en ég ætla bara svona árétta það ég skil mjög vel að vilja vera í meiri hluta, sko, en ég segi hérna meiri hluti sjálfstæðismanna sem eru náttúrulega í Hveragerði eru sjálfstæðismenn í meiri hluta og ég segi bæjarfulltrúi okkar Hveragerðis, þannig að svo því sé bara skýrt haldið til haga. En annars er ég bara hefur lokið máli mínu varðandi þennan lið. Takk fyrir þetta. Friðrik er næstur, Gjörsvöld. Já, ég ætla nú kannski að koma inn á tvennt, sko. Verð fyrir matarvagna í Reykjavík kostar frá 130.000 upp í 326.000. Bara nefna það hérna, ég með gjaldskrána frá Reykjavíkurborg fyrir fram mig. Það er svona dagsölusvæði og nætursölusvæði, þannig að það er ekki þannig að við séum með langhæstu á landinu. En svo vil ég nú líka nefna það að við erum að leigja þarna svæði á besta staði í bænum og fyrir það ber náttúrulega að borga líkt og bara önnur fyrirtæki greiða fasteignagjöld. Við erum náttúrulega að leigja út þarna ákveðið hluta á landi og svo varðandi frárenslu og þetta allt, þá gerir nú heilbrigðiseftirlitið bara kröfu það að matarvagnar séu með sem sagt losunar á tanka en ekki sem sagt að það sé hægt að losa í fráveitu og annað. Þannig að heilbrigðiseftirlitið allan að gera þær kröfur, þannig ég skil ekki af hverju við ættum að vera með einhverjar frekari kröfur og matarvagnar eiga náttúrulega að vera færanlegir, þannig að þeir ekki að vera þannig að það sé hægt að binda á bara niður við frárenslu og veitur. Takk fyrir þetta. Njörður er næstur. Já, takk fyrir þetta. Er það þá þannig að heilbrigðiseftirlitið á Suðurlandi er þá með aðra reglur heldur til dæmis heilbrigðiseftirlitið á Norðurlandi og Akureyri? Vegna þess að svo sannarlega eru matarvagnar þar tengdir við frárensli. Þannig að ég skil ekki alveg þetta. Annaðhvort eru ekki sömu reglunar og ef það er ekki sömu reglunar, þá er spurning af hverju má ekki þá breyta því alveg sér. Ég get svo sem ekki svara fyrir því, þetta er bara það sem stendur í reglunum hjá heilbrigðiseftirlitinu, sko. En svo er eitt varðandi, sko, þar sem að þessi matarvagn er í dag staðsettur, að samkvæmt reglum heilbrigðiseftirlitar þá þurfa matarvagnar að hafa skilin leyfi frá sveitarfélögum. Og ég veit ekki til þess allan að þess að þeir eru að skilin leyfi frá sveitarfélögum til þess að fá úthlutað leyfi frá heilbrigðiseftirlitinu. Þannig að ég veit ekki hvort það sé tímabundin ráðstöfun þarna þá og hann ætli sér svo að flytja. Já. Takk fyrir þetta, Friðrik. Aldís Gjörsvöld. Voru að taka mjút. Sko, ef ég er ekki slökkt á mér þá gleymi ég að taka á, alltaf. Sko, Friðrik er búin að svara þessu bara mjög vel og ég held að sko, það er ekki ástæða til þess að við sem bæjarfélag séum með einhverjum hætti að veita takmörkuð gæði til ákveðinna einstaklinga án þess að sé greitt fyrir þau. Það er bara okkar skoðun og það er öllum frjálst að hafa aðra skoðun, en ég held að eins og Jóhanna sem talar sérstaklega atvinnuuppbyggingu og annað slíkt, þá er það náttúrulega bara þannig líka til að tryggja heilbrigða og eðlilega samkeppni á þessu markaði. Þá eru þetta eðlilegt að borgi allir með einhverjum hætti í sameiginlega sjóði og fyrir þá aðstöðu sem bæjarfélagið er að veita. Varðandi það að það séu matarvagnar komnir inn á einkalóðir, þá er það auðvitað í andstöðu við byggingarreglugerð og sko lausamunir megi ekki stanganda lengur en 2 mánuði fyrir utan svæði sem eru skipulögð. Þannig að ég geri nú ráð fyrir því að þarna sé nú bara æfingu að ræða áður en að sótt verður leyfi þegar að leyfin verður auglýst. Þannig að þú mátt vera með gáminn og lóð heima á þér í alltaf 2 mánuði, þú mátt ekki láta standa í mörg ár eða marga mánuði og það gildir auðvitað það sama þetta. Og það er líka hárrétt sem Friðrik segir að matarvagna, þeir eru lausamunur og þeir eiga að vera færanlegir og sem slíkir eru þeir ekki tengdir við fráveitumannvirki eða föstu kerfi bæjarins.
Takk fyrir þetta. Ég vek svo athygli á því að þetta náttúrulega afgreitt mál því að fullnaðarafgreiðsla var hjá bæjarráði. En mér láðist áðan, og Þórunn biður orðið, já, gjörðu svo vel. Takk af mjúk. Já, fyrirgefiði. Ég var með annan lið, sko. Ég var alltaf ekki talandi þessum lið, ég ætlaði bara hérna. Já, þú segir mér bara þegar ég má koma inn í. Mér láðist áðan að bera upp þarna eða taka sérstaklega fyrir lið 2, en haltu bara áfram núna. Já, takk. Heyrðu, ég var nú bara að hugsa lið númer 5. Skýrsluna frá Environment um kolefnisspor Suðurlands. Það er bara gaman að sjá þessi skýrsla er komin út. Mér langaði bara að grennslast fyrir það hvort að SAS ætli sér að kynna þetta fyrir sér að opið fyrir alla bæjarfulltrúa eða hvernig þessi skýrsla verði meðhöndluð og svo hjá einstaka sveitarfélögum hvernig við tökum þetta bara svo beint inn í aðgerðaáætlanir. Af því að sjálfsögðu er þetta misjafnt eftir bæjarfélögum. Við erum náttúrulega betur stakkbúin heldur mörg önnur sveitarfélög í þessari sameiginlegu skýrslu en enga síður. Langaði að kasta þessu fram inn í umræðuna og spurja. Kannski Friðrik geti helst svarað mér. Er svona SAS-tengingin? Já, takk Þórunn, Friðrik, gjörðu svo vel. Já, forseti, SAS náttúrulega sendi þetta bara á sveitarfélögin á Suðurlandi og leggi þetta þar inn til þeirra, þannig að ég reikna bara með að þar sé SAS að koma sér til skila til sveitarfélögin til þess að taka umræðu þessa skýrslu, sko. Og svo bara ráða sveitarstjórnir út frá því hvað þeir gera við þetta. Það vekur athygli þarna, ég má nefna Hveragerði notar ekki nema 16 milljón kílóvattstundir og meðan að til dæmis Selfoss notar samtals 160 miljón kílóvattstundir. Þetta er svona margar athyglisverðar upplýsingar í þessu. Þórunn, gjörðu svo vel. Bara örstutt, takk. En ég skildi þið rétt, Friðrik, að SAS muni raun og veru ekki taka þetta lengra í umræðinu með að vinna innan vettvangsins. Er það nú bara þá einstök sveitarfélög? Já, forseti, ég svo sem bara þekki það ekki. Þetta er náttúrulega bara eitt af áhersluverkefnum sem er unnið þarna. Ég reikna bara með því að þetta sé núna komið áfram til sveitarfélagana. En Aldís getur kannski svarað ef hún veit eitthvað meira þessa skýrslu. Takk Friðrik, Aldís, gjörðu svo vel. Þú voru að ná mynd af henni núna. Nei, ég veit ekkert meira þessa skýrslu eða hvernig SAS hefur hugsað þetta, en aftur á móti finnst mér hún mjög góð og ég held að hún sé afar gagnleg bara fyrir okkur að hafa til hliðsjónar þegar við förum að vinna bæði að heimsmarkmiðum og loftslagsáætlun. Þannig að, og mér finnst við erum auðvitað að gefa okkur svolítið tíma í þá vinnu og bæði heimsmarkmiðin og loftslagsmálin, þetta er ekki að fara frá okkur því miður. Þannig að við þurfum ekkert að vera stressuð, en við erum að sanga að okkur svona góða efni eins og þarna liggur fyrir og taka það með í þessa vinnu alla saman. Svona í upphafi næsta árs þegar fjárhagsáætlunin gerði lokið og fólk getur aftur farið að anda, þá held ég að sé góður tími til þess að fara að vinna í þessu öllu saman. Það vekur líka athygli í skýrslunni að það í Hveragerði eru 113 hektarar á framræstu votlendi. Það er kannski eitthvað tækifæri þar, en það er langminnst í Hveragerði á eðli málsins samkvæmt. Já. Já, það er bara gaman að vita hvað það er. Já, ætla sé ekki fyrir neðan veg eitthvað, ég veit það ekki. Ekki fleiri hvað þessi hljóðs, ég ætla aðeins að bakka, sem þetta verið að fyrirgefa, ég gleymdi lið 2, það var að taka hann fyrir sérstaklega. Þannig ég ætla að gefa orðið bara laust á það er lið 2 ráðningarbréfum endurskoðun Deloitte. Það er sem sagt verið að endursemja við þá. Orðið laust lið 2. Engin hversi ljós, þannig að ég ber þann lið upp til samþykktar. Bara rétt vönd því sé ykkur öll samþykkt samhljóða. Og þá er orðið aftur laust fundagerðina öðru leyti, ef einhver vill. Engin hversi ljós, þannig að ég ber hana upp til samþykktar. Samþykkt samhljóða.
Þá það fundargerð bæjarráðs frá 5. nóvember og þar tökum við sérstaklega fyrir liði 9, 12, 16, 17, 18, 20, 23 og 24. Byrjum þá á lið 9. Það bréf frá samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu þar sem þeir óska fjallaði mögulega frest til sveitarfélaga til að leggja fram og afgreiða fjárhagsáætlanir og það hérna tillaga að bókun bæjarráð samþykki að fela bæjarstjóra að óska eftir fresti til 1. desember til að leggja fjárhagsáætlun ársins 2021 fram til fyrir umræðu og svo framvegis. Ég þarf ekki að lesa þetta, þetta er bara það sem að bæjarráð ákveður. Þessi frestur kominn? Já, hann í rauninni bara sjálfvirkur. Við þurfum bara að senda inn bréf og þá kemur þetta. Já. Okay. Vill enginn kveða sér ljós þennan lið, þannig ég ber hann upp til samþykkt samhljóða. Þá það liður 12 og það bréf frá Sór Optimista klúbbi Suðurlands þar sem að bæjarráð ákvað að samþykkja framlag upp á 120.000. Orðið laust þetta. Enginn kveða sér ljós, þannig ég ber þetta upp til samþykktar 12, allir samþykkir, samþykkt samhljóða. Þá það liður 16 og það bréf frá formanni Hveragerðissóknar. Þar var beðið styrk til barna- og unglingastarfs eða barna- og ungmennastarfs í kirkjunni og bæjarráð samþykkti 400.000. Orðið laust þetta. Enginn kveða sér ljós og það líka talaði mér á þjónustusamning sem að Jóhanna mun þá vinna með kirkjunni væntanlega. En þeir sem samþykki lið 16, samþykkt samhljóða. Þá það liður 17, það minnisblað frá greiðslumiðlun EHF kostnað vegna hvata og tengdra kerfa, þarna íþróttakerfið og við laustum það. Enginn kveða sér ljós, þannig að ég ber það til samþykkt samhljóða. Og þá það liður 18, minnisblað frá Verkís, endurbætur í Anddyri, göngubrú og tæknirými við Sundlaugin Laugaskarði. Það svona sem var samþykkt að fara í göngubrú og geymslu undir göngubrúnni, tæknirými sem hýsir meðal annars loftræsi samstæður og geymslu. Orðið laust þetta. Enginn kveða sér ljós, þannig að þeir sem samþykkir samþykkt samhljóða. Þá það liður 20, samningur milli Hveragerðisbæjar og Markaðsstofu Suðurlands og þar sem sagt samþykktur samningur, man ekki hvað þetta var, 400 eitthvað krónur á íbúa, orðið laust þetta. Þetta samningur upplýsingamiðstöðina. Já, upplýsingamiðstöðin, ég að lesa vitlaust. Þetta upplýsingamiðstöðin, það annað heldur en ég var með í huga. Þú varst nú ekkert einn að ruglast á þessu, við rugluðum þessu öllu hérna í dag. Ok, gott. En enginn kveða sér ljós, þannig ég ber þetta númer 20 upp til samþykkt samhljóða. Og þá það liður 23 og það lóðaumsókn Þórsmörk 2 og þar var samþykkt bæjarráð úthlutun orðið laust. Enginn kveða sér ljós, þannig ég ber það upp til samþykkt samhljóða. Þá það liður 24, það samkomulag við Tálkna vegna Kambalandslóða. Þar sem framselur Tálkni byggingarétt sinn á lóðum fyrir fjölbýlishúsið Langahraun og bæjarráð gerir ekki athugasemd að það sé gert. Orðið laust þetta. Enginn kveða sér ljós, þannig ég ber það til samþykkt samhljóða. Þá orðið laust fundargerð bæjarráðs 5. nóvember að öðru leyti. Njörður, gjörðu svo vel. Já, forseti, mér langar aðeins að segja nokkur orð varðandi lið 10 sem bréf frá félagsmálaráðuneytinu varðandi tilraunaverkefni móttöku flóttafólks. Við ræddum þetta aðeins í bæjarráði og við tókum á móti flóttafólki hér fyrir nokkrum árum eftir tillögu sem við lögðum fram í Samfylkingunni þegar hann var hér í meirihluta 2014 eða 2015 og
ég var svo ánægður með það mál og hvernig allir bæjarfulltrúar tóku þetta bara, voru sammála þetta og bæjarstjóri og meirihlutin tóku þetta mál alveg mjög góðum tökum og ég held að hafi heppnast vel þessi móttaka og við ræddum þetta aðeins í bæjarráði og mér langar bara að nefna þetta hér að mér finnst að það sé ábyrgð allra sveitarfélaga á landinu, það að bera einhverja ábyrgð í þessum málum og dreifa ábyrgðinni og mér langar gjarnan að við gætum skoða í sameiningu hvort að við eigum að stíga þetta skref aftur að taka á móti flóttafólki, en að við gerðum það svo vel síðast og það heppnaði svo vel og þannig öxlum við líka ábyrgð sem að við eigum að axla. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Aldís, gjörðu svo vel. Já, ég alveg sammála nyrði með það að þetta verkefni okkar tókst afskaplega vel og það var mjög vel haldið utanum þetta. Við tókum auðvitað á móti 3 fjölskyldum, stórum fjölskyldum, barnmörgum með Árborg og réðum sameiginlegan starfsmenn, réðum bæði verkefnistjóra og við réðum túlk sem vann hjá okkur og síðan tók bara líka samfélagi gríðarlega vel á móti fólkinu. Það voru mjög margir sem að skráðu sig til að vera stuðningsfjölskyldur, þannig að þetta virkaði bara virkilega vel og það var sérstaklega eftir því tekið hvað verkefnið var vellukkað hér í Hveragerði. Þannig ég alveg sammálaði það væri gaman að gera þetta aftur, en það byggir auðvitað á því að við getum útvegað fólki viðunandi húsnæði. Þannig að ég ætlaði bara að segja ykkur svona undir þessum lið að þá satt ég mjög áhugaverðan fund núna í vikunni með leigufélaginu Bríeti. Framkvæmdastjóri leigufélagsins Bríetar kom á fund sem að SAS hafði milligöngum að skipuleggja og það var nú svo gaman að því að það var nú eingöngu kvenkyns bæjarstjórar sem mættu á þann fund og Bjarni frá SAS. Þannig að það var bara konurnar sem tóku völdin þegar við tölum leiguíbúðir. En þá svona fór ég að hugsa hvort að þetta gæti verið einhver möguleiki, ekki bæði gagnvart þessum hópi íbúa, en eins líka bara til að breikka flóru búsetu kosta hér í bæjarfélaginu. Ef við myndum hefja samtal við Bríeti möguleg kaup á húsnæði í þeim byggingum sem þegar er verið að byggja, sem að væri þá hægt að setja og þau myndu setja út í almenna leigu. Og það er þetta það sem að hópar eins og kvótaflóttamenn þurfa á að halda. Það er öruggt leiguhúsnæði og bærinn á ekkert slíkt akkurat í augnablikinu sem að við getum sett út. En þannig að mér finnst þetta svona, ég fór svona að hugsa hvort við getum tengt þetta með einhverjum hætti saman og ég ætlaði með þetta að ræða betur við framkvæmdastjóra Bríetar það hvort að þeir getur hugsað sér að kaupa íbúðir í einhver af þeim húsum sem verið er að byggja eða eru fyrirhugað að byggja hér í Hveragerði núna á næstunni. Þetta er bara mjög góð hugmynd og það er ekkert að því að hafa samband við hana Lindu og láta vita að við séum svona mögulega áhugasöm án þess að það sé neitt skuldbindandi með öðrum hætti Takk fyrir þetta Aldís. Það líka má nefna kannski að efri hæðin í gamla pósthúsinu er til sölu. Mögulega myndi hún henta. Það er annað mál. Fleiri bæjarráð 5. nóvember. Engi hvað þessi ljós, þannig ég ber fundagerðin upp að öðru leyti við afgreiddum áðan eftir samþykkt samhliða. Nú er búið að henda mér út einu sinni hérna, við sjá. Þá er það fundagerð fasteignafélags Hveragerðis. Þannig að... Þetta er svo lengi að opna þjá mér en þá að... Já, sama hjá mér það eitthvað. En Aldís hefur beðið orðið, svo er orðið laust þetta. Já, ég ætla bara að biðja Helgu að í fundagerðinni, ef þú setur inn þetta fundagerð aðalfundar fasteignafélagsins, en ekki bara hefðbundin stjórnarfundur. Takk fyrir það. Fleiri, enginn hefur kveðið sér ljós, þannig að ég ber þessa fundagerð, aðalfundargerð upp til samþykktar. Hún er samþykkt samhliða. Má við kannski örstutt bara segja frá því, Eyþór, að það er byrjað á húsinu upp við Hamarshöll, yfir vélbúnaðinn. Og var komin Púði og Jón Friðrik að hamast að íta þessu áfram.
Þannig að vonandi náum við einhverjum framkvæmdum á þessu ári þó að verði kannski ekki alveg allt. Takk fyrir það. Það var búið að samþykkja þetta, þannig að næst það fundargerð skipulags- og mannvirkjanefndar, það liður 4. Þar tökum við sérstaklega fyrir liði 1, 2, 4 og 5 og byrjum á lið 1 sem nýtt deiliskipulag fyrir íbúðabyggð NLFÍ og mörg okkar voru á kynningu frá heilsustofnun daginn þetta og það sem sagt tillaga hér að bæjarstjórn samþykkja óska eftir umsögn skipulagsstofnunar og umsagnaraðila lýsinguna og kynna hana fyrir almenningi samanber aðra málsgrein og svo framvegis. Bæjarstjórn leggi áherslu á að hugað verði að hleðslustöðum fyrir rafbíla við deiliskipulagsgerð. Ég vil vekja athygli á þessari setningu alveg sérstaklega því að þetta hluti af loftslagsstefnu Hveragerðis. En orðið laust þennan lið, Jóhanna gjörðu svo vel. Takk, forseti. Maður að fara flakka á milli skjala í tölvunni, en já, mér finnst þetta mjög áhugaverð kynning hjá þeim. Ég vil bara lýsa því yfir hvað þetta var skemmtilegt og mér finnst bara mjög jákvætt hvað þessi stofnun hefur bara mikinn áhuga að vaxa og sýnir líka bæjarfélaginu okkar mikinn áhuga að þetta halda áfram að sjálfsögðu að vaxa hér og endurnýja sig og þannig að mér finnst þetta bara mjög metnaðarfull áætlun og bara spennandi. Við þurfum líka að fara að huga að tjaldsvæðinu þessu samhengi. Fljótlega sem við þurfum að fara að spá í það. En ekki hafa fleiri kveðið sér ljós, þannig ég ber þennan lið 1 upp til samþykktur samhljóða. Þá það liður 2 og það Ás Grundarsvæði lóð fyrir spennistöð og þar tillagan að bæjarstjórn samþykkja breytingatillagan verði samþykkt sem óveruleg breyting á deiliskipulagi ef að vikið verði frá kröfum í skipulagslögum breyting á deiliskipulagi og grenndarkynningu. Og orðið laust þennan lið. Engi kveðið sér ljós, þannig ég ber lið 2 upp til samþykktar. Hann samþykktur samhljóða. Þá það liður 4 og þá ætlar bæjarstjóri að víkja af fundi. Byrðu þetta ekki með 3? Nei, hann ekki tekinn sérstaklega. Jú, hlíðarhagi tekinn sérstaklega, það í fundargerðinni hjá þér. Ok, þeir ekki það. Já. Af því að ég sendi ykkur þarna nýjar teikningar og Guðmundur sem sagt búinn að fá tillögu að breyttu deiliskipulagi sem uppfyllir allar athugasemdir skipulagsnefndar og leggur til að bæjarstjórn samþykki. Já, það var að bæta við þarna í liðir afgreiddi sérstaklega 1, 2, 3, 4 og 5. Helga. Þá það liður 4, það 3, það hlíðarhæð. Fyrirgeðu, Eyþór, afsakið forseti, ég held að vegna tengsla sé ég vanhæf þarna. Þannig... Ok, þú ætlar að víkja, sem sagt. Já, og ég bara henda að ég fara alveg út eða hoppa inn aftur eða bara mjúta og... Mjúta bara og ferða aðeins fram. Við köllum í þig. Herðu, þá það sem sagt liður 3, hlíðarhagi deiliskipulag og bæjarstjórn hefur sem sagt borist lagfærð til að breyting á deiliskipulagi fyrir hlíðarhaga sem uppfyllir athugasemdir nefndarinnar varðandi bílastæði og því að tillagan svo að bæjarstjórn samþykki að auglýsa tillöguna samkvæmt 43. grein og svo framvegis. Orðið laust þetta. Njörður Björnsvör. Já, forseti. Ekki rétt hjá mér að hér lagt til að íbúðum sé fjölgað á 27 í 45. Það rétt eins og kemur fram í fundargerð? Já. Þetta mjög mikil fjölgun á íbúðum. Kemur svolítið óvart. Vildi bara nefna það en ég ekkert mótið því að þetta sé auglýst. Takk. Þetta rétt. 18 íbúðir í viðbót. Aldís, gjörðu svo vel. Já, það hárrétt að þetta heilmikil fjölgun á íbúðum en þetta engin aukning á byggingarmagninu. Þannig að það eru nákvæmlega jafnmargir fermetrar byggðir á svæðinu þó að íbúðarnar verði allar smærri í sniðum. Það fjölgar þar af leiðandi kannski aðeins þeim sem búa þarna og þess vegna þurfti að auka við bílastæði. En reiturinn ber þetta alveg eins og þið hefur séð og þið hefur svo líka fengið kynningar á þessu verkefni
og þetta mjög skemmtilegt og mjög ítarleg gögn sem hafa fylgt með. Þannig að það talið að þetta verður svona svolítið útlandalegt. Það verður svona svo búið á kollegi í útlöndum. En það verður heilmikið svona nálægð á milli manna, en þetta bara ekkert meira en gengur að gerist, sko. Takk fyrir þetta, Aldís. Ekki á að fleiri kveði sér ljós, þannig ég ber þennan lið og þessa afgreiðslu upp til samþykkta sem ég las áðan. Samþykkt samhljóða. Njörður, getur þú kall? Já, ok. Þórunn komin. Þá erum við komin að lið 4 þar sem Aldís ætlar að víkja á fundi. Ég fer bara alveg út. Ok. Við leipum þér inn aftur eftir smá stund. Spurning hvernig? Nei. Herðu, þá það liður 4, það Iðjumörk 3, umsókn byggingarleyfi fyrir Sólskála og tillagan svo að bæjarstjórn samþykkja að vísa framkvæmdinni í grenndarkynningu samanber viðeigandi lög. Orðið laust þetta. Engin kveður sér ljós, þannig að Helga, getur þú kallað í Aldísi, hún þarna frammi? Þeir sem samþykkir þessar afgreiðslu, réttu hönd, samþykkt samhljóða. Og þá tekur Aldís aftur sæti á fundinum. Hún að koma, Helga. Ok. Aldís hefur aftur komið á fundin og þá það næst liður 5, það Ölfursvegur Varmá og þar tillaga að bæjarstjórn samþykkja að gefa út framkvæmdaleyfi fyrir framkvæmdinni samanber 15. grein skipulagslaga á grundvelli meðfylgjandi útboðs og verklýsingar. Jafnframt leggur bæjarstjórn ríka áherslu á að færsla Suðurlandsvegar milli Kamba og Varmár eigi sér stað samhliða lagningu Ölfursvegar yfir Varmá. Færsla Suðurlandsvegar neðan við byggðinni í Hveragerði nauðsynleg með tillit til öryggissjónarmiða og ekki síður vegna tenginga Hveragerðisbæjar við hinn nýja Suðurlandsveg. Skipulagsáætlanir sem unnar voru í náinni samvinnu við Vegagerðina og að hennar beiðni byggja á því að Suðurlandsvegurinn verði færður og því brýnt að af þeirri framkvæmd verði sem fyrst. Orðið laust þennan lið 5. Friðrik, gjörðu svo vel. Já, forseti. Ég var bara mjútaður aftur af einhverjum. Ekki ég. Herði, aðeins varðandi þennan lið, þá velti ég fyrir mér með uppgröft úr húsum eða nýjum grunnum og úr Kambalandinu. Hvort, þetta kannski tengist ekki þessu, en hvort það sé ekki fara hægt að nýta það undir nýja vegagerð sem kemur frá Kambabrún og niður til. Til þess að byrja að móta fyrir þarna veginu, því þetta væntanlega svakalega mikið efnismagn sem þarf í nýjan veg sem á eftir að koma þarna úr síðustu beginu frá Kömbunum og niður til. Hvort það ætti eitthvað að ræða við vegagerðina það allavega. Í staðan fyrir að það losa allt niður í tippi, að það sé hægt að fara bara með þetta þar út eftir. Bara svona hugmynd sem ég hef heyrt allavega nokkra velta upp sem að byggja á Kambalandinu, í Kambalandinu. Takk fyrir þetta, Aldís, gjörðu svo vel. Já, þetta mjög fín ábending hjá Friðrik og sko manni finnst rosaleg synd hvað við erum að keyra miklu af fínu efni oft á tíðum upp á tippin. Ég sé sjálf sérstaklega eftir þegar við erum að keyra eins og af Grímsstaðareyknum að því það svo fín mold sko. Að vera að fara með það á tippin finnst mann alveg ægilegt. Ég veit aftur á móti að það ekki alveg sama hvað efni fer undir veginn og Vegagerðin núna að velta fyrir sér með hvað hætti þeir eiga einmitt að ná í efni og það alls konar hugmyndir uppi varðandi náminn upp í Hvammi sem þeir eru búin að opna náttúrulega svæði bæði fyrir ofan og neðan veg. Þar getur ýmislegt gerst varðandi náminu og svo þetta líka verið að velta fyrir sér Núpanáminni því að hún svo nálægt. Það skiptir þetta mjög miklu máli varðandi bara verðið í veginn að þetta verði með einhverjum hætti hagstætt. En Guðmundur búin að ræða öll þessi efnismál heilmikið við Vegagerðina og þannig að ég efast ekki að hann búin að ræða þetta líka og ef þetta möguleiki þá væri þetta örugglega þetta gert.
En varðandi svona uppgröft þá hefur við líka verið að horfa til þess að þarna búa til manir fyrir neðan heiðarbrúnina. En auðvitað langar mann svona allra helst að bærinn geti grætt á því eins og þegar við erum sjálf í vegagerð eða erum með eitthvað að við getum losað efnið þar. Það kemur alveg gigantískt magn af efni núna frá Hveragerðisbæ í þessum framkvæmdum öllum. Þannig að það er engin spurning að þetta er eitthvað sem þarf að skoða. Takk fyrir það og ég held að veri vert að minna á þetta. Nú ekki á fleiri kveðið sér hljós, þannig ég ber þennan lið 5 undir samþykktar. Það er samþykkt samhljóða og svo ber ég bara... Þetta fyrir ekki Eyþór, þarna eitt, varðandi þessa umræðum færsluna á Suðurlandsvegi. Einhverju þykir kannski skrítið að við séum að setja mesta púðrið í bókunum færsluna undir lið þegar við erum að samþykkja framkvæmdaleyfi fyrir allt annan veg, sko. En það sem auðvitað að gerast núna, að á allra næstu vikum, þá verður ákveðin forgangsröðun framkvæmda og þessar flýtiframkvæmdir sem ríkisstjórnin var að samþykkja út á COVID. Og þess vegna ætla ég nú eiginlega að minna á, sko, okkur öll á það að það sem þarf að gerast núna er að við þurfum að ræða með okkar þingmenn. Þeir sem og við þekkjum öll, alþingismenn á okkar svæði og ráðherra og það er ofboðslega mikilvægt að núna setjum við pressu á sérstaklega færslun á þjóðveginu. Og í grunninn myndi ég allavega halda því fram, það er mikilvægara að við náum inn færslun á þjóðveginum heldur en brúnni og hliðarveginum, því að ég efast ekki það að sú framkvæmd verður alltaf metin ómissandi á einhverjum tímapunkti, en ég óttast svolítið færsluna. Þannig að við erum að leggja ofurkapp á að fá færsluna í gegn núna. Takk fyrir þetta, Aldís. Bryndís Kjölsvöld. Já, forseti. Hérna, Aldís, mér langaði að spyrja út frá þessu sem þú ert að tala um núna. Finnst þér það vera svolítið þannig að það sé ekkert alveg á því að fara að gera þetta eða? Sko, ég búin að heyra bæði Sigurð Inga og þingmönnum og ráðherrum og einhvern veginn, sko, það er alltaf þessi tilfinning sem maður fær svona rétt áður en ákvörðun er tekin, þá var maður svona óttakast það að við verðum slegin af, og það bara má ekki gerast af því að við erum búin að leggja sko, allt í sölurnar fyrir vegagerðina til þess að þeir gætu flutt veginn á þennan stað. Við sko, erum að breyta aðalskipulagi og deiliskipulagi fyrir vegagerðina og það væri ótrúlega lélegt ef við sætum svo uppi með breytt aðalskipulag og þeir myndu draga lappirnar í að flytja veginn. Því að núna það bara komið mikil pressa á lóðirnar hérna fyrir neðan þjóðveg og þetta svæði er bara afskaplega dýrmætt og mikilvægt fyrir okkur að við verðum ekki skilin eftir hérna með lélega tengingar og hálfkaraða vegi. Þannig að þetta bara verður að mínum að komast núna á skrið. Ég held að séu 12-15 ár síðan að við breyttum aðalskipulaginu út af þessu. Hérna, já, ekki hafa fleiri kveðið sér hljós, en ég ber þennan lið enn og aftur upp til samþykktur samhljóða held ég, já, og svo bara fundagerðin að öðru leyti fónsins vegna, við erum búin að taka alla liðina fyrir, allir samþykkir henni, samþykkt samhljóða. Þá er það næst liður 5, það er úrskurður frá mennta- og menningarmálaráðuneytinu í stjórnsýslumáli og orðið er laust þar, en tillagan er svo að bæjarstjóra verði falið að svara erindinu og höfðu samráði við lögmann. Engin kveðið sér hljós, þannig að ég ber þetta upp til samþykktar liður 5. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það liður 6, það er bréf frá lögmannum Sundagörðum frá 7. nóvember í bréfinu sem er ritað fyrir hönd Ragnheiðar Guðmundsdóttur og fjölskyldu að fjalla meintar vanefndir og samkomulagi frá 9. janúar 2019. Og þar er tillagan sú sama að bæjarstjóra verði falið að svara erindinu í samráði við lögmann. Orðið laust. Engin kveðið sér hljós, þannig að ég ber það til samþykktar. Liður 6. Þá er það liður 7. Og það er bréf frá sýslumannum á Suðurlandi og óska eftir umsókn Hveragerðisbæjar vegna umsóknar frost og funa til sölu gistingar í flokki 3. Og tillagan er svo að við gerum ekki athugasemdir umsóknina, orðið laust. Aldís Kjölsvöld, nei, ok.
Þá ber ég þetta upp til samþykktar, enginn sem kveður sér hljóðs. Það samþykkt samhljóða. Þá liður 8 og það bréf frá Markaðsstofu Suðurlands og þar sem sagt verið að óska eftir framlengingu og samstarfssamningi við Hveragerðisbæ og tillagan svo að bæst út þátttöku í Markaðsstofunni næstu 3 ár með árlegu framlagi nemur krónu 430 per íbúa. Voruð laust þetta. Enginn kveður sér hljóðs, þannig ég ber það til samþykktar, liður 8. Má ég kannski leggja til að við forseti, má ég leggja til að við gerum samning til 1 árs við Markaðsstofu Suðurlands. Við höfum gert það undanfarin ár og nú hefur verið að breyta markaðsstofunum í áfangastaðastofur. Þannig að mér finnst svona hálfsérstakt að gera samning við Markaðsstofu Suðurlands þegar hún á eftir að heita eftir áramót áfangastaðastofa Suðurlands. Og ég væri til í að bara sjá í rauninni hvernig starfið mun mótast á næsta ári, þú veist, í staðinn fyrir að gera 3 ára samning, svona, þá myndi ég vilja leggja það til. Takk fyrir Eirík. Þórunn, gjörðu svo vel. Forseti, já, ég var bara aðeins að velta fyrir mig með Markaðsstofuna því ég man eftir að við ræddum þetta gott ef ekki bara ekki í fyrra, varðandi hversu miklu máli hún skipti fyrir okkur. Það skipti miklu máli fyrir okkur að við hluta á heildinni en ég líka hugsa eins og við vorum að tala þá hversu mikið fáum við út úr því. Þannig að ég bara að velta fyrir mér, einhvers staðar einhverjir árangursmælikvarðar sem við getum miðað við til þess að við séum að sjá að við séum að fá fyrir þennan pening þar sem við viljum fá eða eigum að gera þetta sjálf. Bara kasta þessu líklega til þín aftur, Friðrik. Takk, Þórunn. Friðrik, gjörðu svo vel. Já, það Já, forseti, takk fyrir að mjúta mig. Þetta ég sem að gera þetta. Já, forseti. Það reyndar eitt sem ég ætlaði líka að minnast á sem Þórunn nefnir kannski ágætlega. Það væri ágætt bara, hún nefnir núna þarna í þessu bréfi sínu að hún óskar eftir að fá að gera grein fyrir starfseminni og eitthvað. Mér finnst þetta bréf vera svona svolítið almennt bara Markaðsstofuna og sinna eitthvað hitt og þetta. Mér finnst hún ætti nú að reyna að beina sér svona frekar að okkur og þá að koma virkilega á fund til okkur allan að 2 sinnum á ári. Ég veit að Markaðsstofa Norðurlands gerir það, hún fer á fund með fyrirtækin, allan með hverju fyrirtæki sem innan Markaðsstofa Norðurlands 2 á ári til þess að fylgja eftir verkefnum og sjá hvað staðan er. Þannig að mér finnst að við ættum líka að ýta eftir því hjá Markaðsstofu Suðurlands. Takk fyrir, Bryndís, gjörðu svo vel. Já, forseti. Ég að teka undir það sem hann Friðrik talaði að ef það líka verið að fara að gera einhverjar breytingar, ef við getum þá bara verið með þetta til 1 árs til pröfu. Því að og mér finnst líka bara eins og það sem Þórunn talaði að þú veist, allan frá að ég byrjaði í þessu þá veit ég ekki nákvæmlega hvað þessi Markaðsstofa eiginlega að gera fyrir okkur, sko. Ég hef allavega aldrei séð neitt svona handbært það sem þau gera, ef vilja gera þau eitthvað, ég ekkert að setja út á það, en allavega hef ég ekki fengið að sjá það ennþá. Þannig að ég styð þetta sem hann talaði Takk fyrir það. Njörður, gjörðu svo vel. Já, forseti, við höfum tekið þessu umræða nokkur sinnum áður, þar sem við erum að velta fyrir okkur hvað við erum að fá út úr þessu samstarfi í Markaðsstofuna og kannski bara akkúrat tækifæri núna til þess að reyna að fá einhverjar upplýsingar það og mögulega eins og Friðrik nefnir að gera samning til skamms tíma og nota þann tíma til þess að taka ákvörðun hvort að við viljum vera svo áfram eða hvort að við viljum mögulega draga okkur út úr þessu og sjá þessi mark fyrir Hveragerðisbæ sjálf. Takk. Takk. Aldís, gjörðu svo vel. Já, ég ætla bara að vera sammála öllum. Ég held að það væri bara ekkert galið að gera samning til 1 árs. Þau verða ekkert ekki ánægð með það, en það svo sem ekki okkar vandi. Og óska bara til fundi með Dagnýju, kannski í byrjun næsta árs, þar sem hún færi yfir það sem væri framundan. Mér þætti líka gaman að fá upplýsingar það hvernig þetta sumarverkefni gekk, hvað sem það hét, má það ekki, Gagvirka Ísland eða eitthvað, sem ég sá nú náttúrulega ekkert ekki neitt. En allt landið eyddi ómældum milljónum í. Þannig að það væri fróðlegt að vita hvernig það fór. Þannig að ég legg bara til að við bókum þá eitthvað í þá veru að samþykkjum til 1 árs og óskum jafnvel þetta fundi með forstöðumanni eða framkvæmdastjóra.
í upphafi næsta árs. Já, getum orðað þetta bæjarstjórn samþykkir þátttöku í markaðsstöðu Suðurlands til 1 árs með framlagi að nemur 430 krónur per íbúa og óskar jafnframt eftir, hvað sagðirðu? Bara eftir fundi með framkvæmdastjóra, eða hvað heitir hún, veit ég það, eða forstöðumanni, í upphafi árs 2021 þar sem gerði grein fyrir starfsemi markaðsstofunar. Já, nærðu þessu Helga? Helga dottin út nokkuð? Nei, hún er bara að hugsa. Hugsaði. Ég er bara á fulla vélrita hérna. Ok. Þú ert þarna. Og ég lesi þetta sem ég kom með. Bæjarstjórn samþykkir þátttöku í markaðsstofu Suðurlands fyrir næsta ár með framlagi nemur krónum 430 per íbúa. Bæjarstjórn óskar eftir fundi með forstöðumanni markaðsstofu Suðurlands í upphafi árs 2021 þar sem gert grein fyrir verkefni stofnunarinnar. Já, það sem gerð verði grein fyrir starfsemi stofnunarinnar. Sem tengjast Hveragerði, myndi ég segja. Stofnunar. Já. Já, sem tengjast Hveragerði, það ekki fínt. Ok. Og hún er framkvæmdastjóri. Ég er að tala, Jóhanna, ég er enn að býða til bókuninni. Hún er á leiðinni. Ok. Og hún heitir framkvæmdastjóri. Hún fór í bréfpósti. Já. Helga, náður þessu með framkvæmdastjóra en ekki forstöðumann. Þetta er framkvæmdastjóri. Já. Ok, þeir sem eru samþykkir þessari bókun, rétt upp hönd, eða þessari tillögu, samþykkt samhljóða. Þá er það næst bréf frá Suðursölum, það er liður 9 bréf frá Suðursölum frá 9. nóvember og þar óskaðir eftir að gefnir verði út lóðalegu samningar fyrir Edenmörk, sem sagt í viðbót við Aldinmörkina. Og hérna tillagan er sem sagt að verða við þessu. Hún er á eftirfarandi. Bæjarstjórn samþykkir að lóðalegu samningur og umræddu svæði verði gefnir út enda er lóðarhafi langt komin með uppbygging á reitnum. Rétt er að geta þess að lóðarhafi sér alla gatnagerð á svæðinu þrátt fyrir að greiða gatnagerðargjöld að fullu. Sú gatnagerð er vel á veg komin og allar lóðir orðnar byggingarhæfar. Gert er ráð fyrir framhaldi framkvæmda á allra næstu vikum. Orðið laust þetta. Engin kveðið sem hljóðs, þannig ég ber þennan lið 9 upp til samþykktar og eins og ég las samþykkt samhljóða. Þá er það liður 10. Það er bréf frá Friðriki Erni Emilssyni frá 31. október 2020 þar sem hann óskar eftir ótímabundnu leyfi sem varamaður í bæjarstjórn og segir sig jafnframt frá setu í fræðslunefnd Hveragerðisbæjar. Það liggur hérna fyrir tillaga að bæjarstjórn samþykki þetta erindi en að Gunnar Bering Agnarsson verði aðalmaður í fræðslunefnd og Unnur Birna Björnsdóttir verði varamaður. Orðið laust þetta. Engin kveðið sem hljóðs, þannig ég ber þetta upp til saman. Já, fyrir Njörður. Forseti, ég langaði bara að nota tækifærið og þakka Friðriki fyrir samstarfið í bæjarstjórn. Hann kom nú nokkrum sinnum inn og kom meðal annars á sinn fyrsta bæjarstjórnarfund á fyrsta fundi bæjarstjórnar á þessu kjörtímabili og hann er ungur maður á uppleið og vonandi sjáum við hann aftur. Það er vont að missa íbúa ef hann er að fara frá okkur, en vonandi er það ekki þannig. Heyrðu, en hérna, þeir sem eru samþykkir þessu, samþykkt samhljóða, þá er það liður 11, það er opnun tilboð í verki ræstingar fyrir Hveragerðisbæ og þar var verið að leiðrétta villu í tilboðshefti. Það var villa í Excel-skrá sem hefur verið leiðrétt og tilboðin bjóðanda og tilboðin uppreiknuð. Og tilboðin eru eftirtalin dagar EHF 20.266.140, Höfðabón EHF 70.764.336, Athot Þrif 34.879.400, Hreint EHF 25.025,5 milljón rúm, Sólar EHF 31,5 milljón, Ræstitækni EHF 24,8 rúmar, Betri Þrif EHF 56,2 tæpar,
og allt hreint EHF 37,9 milljónir rétt rúmar. Og tillagan svo að bæjarstöð samþykki að taka tilboði lægstbjóðanda Dagar EHF. Það verður nú að segjast að þessi tilboð eru ansi mishá. Aldís gjörðu svo vel og svo orðið laust. Já, það er hárrétt sem forseti segir að það er alveg ótrúlega munur á þessum tilboðum og við sem vorum viðstödd opnun vorum svolítið hlessa, ég ætla ekki að gera lítið úr því. En Dagar EHF er bara stórt og voldugt fyrirtæki sem er til dæmis sér og restingar og Selfoss og fær bara góð meðmæli þaðan. Þannig að það er engin ástæða til annars en að taka lægsta tilboði. Og það er ljóst að með þessu útboði erum við að lækka kostnað við restingar, já, hvað var það ekki Helga, hátt í 2 milljóna. Þannig að, og nær 20 milljónum, þannig að þetta útboð er margborgaði sig og svo ætla ég bara að bæta því við að því við höfum alveg heyrt það að þetta þykir mjög lágt að það er í útboðsgögnum mjög ítarleg verklýsing og verkferlar hvað mun gerast ef ekki þrifið nógu vel. Það er engin ástæða til að ætla annars en að þrifið verði í lagi þrátt fyrir lágt verð. Takk fyrir þetta, Aldís. Þórunn, gjörðu svo vel. Forseti, já, ég bara tók hérna eftir í útboðsgögnunum að þetta er sem sagt svansvottun þarna inni líka, þannig það hlýtur að vita á gott. Já, þeir nota umhverfisvæn efni og þess áttar. Akkúrat. Nú, fleiri hafa ekki kveðið sér hljóðs, þannig ég ber þessa tillögu sem ég las áðan að taka tilboði Daga EHF upp til samþykktar, þeir sem eru samþykkir, samþykkt samhljóða. Þá er að liður 12 og það er einföld ábyrgð vegna lántöku brunavarna Árnessýslu hjá Lánasjóði sveitarfélaga og þar er tillaga sem sagt eftirfarandi bókun vegna lántöku brunavarna Árnessýslu frá Lánasjóði sveitarfélaga. Hvergilsbær samþykkir hér með að veita einfalda ábyrgð vegna lántöku brunavarna Árnessýslu hjá Lánasjóði sveitarfélaga fjárhæð 100 milljónir króna. Í samræmi við skilmála láns til ársins 2034 eins og þeir verða á þeim tíma lánið er tekið. Er ábyrgð þessi veitt samanber heimild í 2. málsgrein 69. greina sveitarstjórnarlaga nr. 138 frá 2011 og er hún óskipt in solitum gagnvart kröfuhafa en innbyrðis skiptist hún í hlutfalli við eignarhlut í brunavörnum Árnessýslu. Lánið er tekið í tvennu lagi 30 milljónir króna á árinu 2020 og 70 milljónir króna á árinu 2021. Hveragerðisbær veitir lánasjóðanum veð í tekjum sínum til tryggingar þeirri ábyrgð samanber heimild í 2. málsgrein 68. greinar sömu laga. Ábyrgðin tekur til allra greiðslna sem og hvers kyns kostnaðar sem hlýst af vanskilum. Er lánið tekið til að fjármagna kaup á nýjum stigabíl til slökkvistarfa samanber 3. grein laga stofnun opinbers hlutafélags Lánasjóðs sveitarfélag nr. 150 frá 2006. Hveragerðisbær skuldbindur hér með sveitarfélagi sem eiganda brunavarna Árnessýslu til að breyta ekki ákvæði samþykkta brunavarna Árnessýslu sem leggur hömlur á eignarhald af félaginu að því leyti að félagið megi ekki fara að neinu leyti til einkaaðila. Fari svo að Hveragerðisbær selji eignarhluti brunavarna Árnessýslu til annarra opinberra aðila, skuldbindur Hveragerðis til að sjá til þess að jafnframt yfirtæki nýr eigandi á sig ábyrgð á láninu að sínum hluta. Jafnframt er Aldís Hafsteinsdóttur kennitala þetta veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess að staðfesta fyrir hönd Hveragerðisbæjar veitingu óeingreiddrar ábyrgðar með áritun á lánssamninginn. Kannski aðeins að bæta við þetta, lesturinn er semst lokið, að þið sjáu að þetta eru innan gæsalappa bara 100 milljónir en bíllinn er komin upp í 108 eitthvað milljónir en samkvæmt ákvörðun eða stjórn hefur rætt það og slökkviliðsstjóri er með okkur í því að þetta honum mun verða mætt með aðhaldi í rekstri á næsta ári. Þannig að það er bara gott að segja frá því í ljósi umræðu fyrir hluta dags brunavarnir og fleira. Orðið er laust þetta. Engi kveður sér hljóðs, en allavega þá er þarna verið að greiða fyrstu greiðslu eða bara pöntunargreiðslu í bílnum 30 milljónir eða eitthvað í þessu skipti yfir í evrur og vona á að hann verði afhentur á haustmánuðum 2021. En þeir sem eru samþykkir þessu, það er samþykkt samhljóða.
Og þá það liður 13 sem tilboð í endurhönnun á götu og stígalýsingu, gerð ljósvistar skipulags og útboðsgagna til að skipta semst yfir í LED-lýsingu. Og þetta tilboð frá Lotu EHF í verkið og tillagan svo að það bæði svo samþykki tilboðið, en já, Njörður, gjörðu svo vel, orðið laust svo. Já, forseti, við ræddum þetta nú eitthvað, við minnir í bæjaráði, bæjarstjóri hafi minnst á þetta þá, en ég held að það sé eðlilegast að ef við ætlum að fara þessa leið að við leitum annarkvort tilboða eða verðhugmynda frá fleiri en einum aðila, þannig að við getum svona metið hvað eðlilegt verð fyrir þetta og tekið þá upplýstari ákvörðun. Þannig að mér langar að bera upp þá tillögu eða heyra kannski í bæjarfulltrúum hvort að þeir telji það ekki eðlileg vinnubrögð. Takk. Takk fyrir þetta, Njörður. Aldís, gjörðu svo vel. Já, við áttum alveg von á þessu því að við ræddum þetta með þessum hætti á síðasta fundi. Svo fórum við að skoða þetta betur og meirihlutum ákvað að gera þetta með þessum hætti, leggja fram þetta tilboð. Þetta er ekki há upphæð. Þarna aðili sem að við treystum mjög vel til þess að gera þetta og hefur mjög svona mikla skoðanir nú þegar og búin að vera að kynna sig götulýsingu í Hveragerði og þannig að verkefnið í grunninn þegar hafið. Það skiptir náttúrulega í þessu tilfellu svolítið máli kannski að viðkomandi býr í bæjarfélaginu og hafði frumkvæði að því að hafa samband. Ég ætla líka að vekja athygli á því að það eru þetta fordæmi fyrir svona löðu að við gerum þetta svona, bara eins og þegar við tókum einn ákveðin aðila til þess að fara í útboð á tryggingunum. Við leituðum ekkert að öðrum aðilum, við sömdum bara við Guðmund í Konsello, rétt eins og við sömdum við Þröst í Lotu úttekt á öryggismálunum og því öllu. Þannig að ég legg það til að við gerum þetta með þessum hætti núna, eftir á móti við yfirleitt leitum við verðtilboða inn í þetta skipti, þá þetta það hagstætt og bara það mikil vinna sem þegar hefur átt sér stað ólaunuð að mér finnst alveg forsvaranlegt að taka þetta tilboðið með þessum hætti. Takk fyrir þetta, Aldís. Jóhanna, gjörðu svo vel. Ég ætlaði einmitt að spyrja eiginlega Aldís kom aðeins inn á það varðandi fordæmi fyrir svona og kannski bara ef þið getið hjálpað mér að rifja upp sko hverjar eftir reglurnar hjá okkur með útboðin, hver viðmiðunar upphæðin? Takk fyrir það, Jóhanna. Njörður næst og svo kannski bregst Aldís við. Forseti, já, við höfum nokkur sinnum svona bent á að það sé eðlilega að fara þessa leið. Bara sem ég man eftir í svipinn það var ákvörðun tilboð fyrir gerð vefsíðu 2018 ef maður rétt. Það var ákvörðun varðveislumat og gróðurhúsum í Hveragerði ef maður rétt líka, þá bentum við þetta. Þannig að við Þórunn að við ætlum að sitja hjá þá ef að þið ákveða að taka þessu tilboði og við erum með bókun og það spurning hvort að þið viljið fá hana núna bara. Bara best að fá hana. Við senda hana í tölvupóst, eða ekki. Og hún hljómar svona, undirrituð sitja hjá þar sem við teljum að eðlilegra sé að leita tilboða eða verðhugmynda hjá fleiri en einum aðila. Öðruvísi ekki hægt að taka upplýst ákvörðun hagstæðasta tilboðið. Undir þetta rita Njörður og Þórunn og þetta farið í tölvupósti til þín, Helga. Takk. Takk fyrir þetta, Njörður. Friðrik, gjörðu svo vel. Já, forseti, ég vil nú bara fagna því að við séum að fara í svo úttekt, en það LED-væðing orðin löngu tímabær hér í Hveragerði og orðið löngu tímabært að fara í það að skoða hvernig götulýsingu og öðru háttað hér í bænum og bara flott að fá sérfræðing í það. Svo vil ég nú bara aðeins skjóta á fulltrú okkar Hveragerðis þar sem að þeir samþykktu nýlega að fara í útboðið fyrir ræstingarnar þar sem þeir gerðu ekki athugasemdir við það að efla sæjum það og svo hina sem að Aldís nefndi áðan.
Þannig að bara svona rétt að skjóta, annars var það ekki meira. Takk fyrir þetta. Við erum náttúrulega að nota verkfræðistofur og allskyns aðila oft í aðalskipulagi og deiliskipulagi án útboðs, þannig að þetta svona svolítið sérfræðinga kaup í þessu. En þessi frá því, engin fleiri hafa kveðið sér hljóðs, þannig að ég ber þetta upp til samþykktar og ég aldrei sér þú. Sko, af því að Jóhanna spyr það að til þess að hafa útboð þá þarf vörukaup og þjónustukaup að fara yfir 15,5 milljón, en verðfyrirspurn þarf að fara fram ef að verð og kaup vörum og þjónustu fyrir yfir milljón til upp í 15,5. Með verksamninga þurfum við að fara í verðfyrirspurn ef verksamningar eru yfir 15,5. Þannig að maður getur svo sem, ég vil bara ekki segja þetta sé verksamningur. Þetta er raunin ekkert annað, þetta er verksamning. En ok, það er mismunandi sjónarmið þessu. Þetta er bara, sko, við erum að finna okkur ráðgjafa sem við treystum til þess að útbúa útboðsgögn til þess að velja dýrasta hlutann, skiljiði. Þannig að við höfum, sko, þetta hefur gerst og mun gerast aftur að við munum velja einhverja, bara eins og Njörður segir réttilega varðandi gróðurhúsaskýrsluna. Það er ástæða fyrir því að við völdum Odd þar. Maðurinn þekkti þetta allt bara eins og lóan á sér. Á meðan að við vissum það öll að ef við hefum fengið einhvern sem ekki þekkt og aldrei hefur komið inn í Hveragerði og byggið bara Fellsvík og Egilsstöðum eða eitthvað, að það hefur verið meiri háttar mál og kostnaður fólginn í því að koma sér inn í það og verkefnin kannski heldur ekki orðið jafn gott. Takk fyrir þetta, Aldís. Nú fleira ekki kveðið sér hljóðs, þannig að ég ber þennan verksamningu upp til samþykktar, þeir sem eru samþykkir. Rétt upp hönd. Helga hefur dottið út af fundinum. Nú. Nema Eyþór hafi ítt á vitlausan takka aftur. Nei. Eyþór ætti að fleyja út fólki. Er hún alveg nýdottin út eða löngu dottin? Nei, bara rétt fyrir svona 20 sekúndum. Ok. Ég sjá hvort hún kemur. Heyrið í okkur. Er þið eitthvað nálægt bara? Hún er komin. Heldur að mista nokkrum lykilatriðum, Helga? Heyrið í okkur. Helga, þú ert áhyggjuefni. Það er eitthvað eins og sé hálf brosið hjá henni. En allavega er þetta samþykkt með 4 atkvæðum meirihlutans og frjálsar með Framsókn og okkar Hveragerði situr hjá. Kemur Helga aftur. Það er einhver tregða í netsambandinu, held ég. Það er líklega kominn tími á endurnýja tölvubúnaðinn hjá sveitarfélaginu. Það er ekki til betur. Í lagi með þessar tölvur. Bara 10 ára. Helga. Ég held að Helga sé heima hjá sér, er það ekki? Jú, hún er heima, en hún er líka dottin út úr símanum. Ég er nú að spá hvort að hún hefur verið í vandræðum með Vodafone. Einhverja nettengingar. Hún hreyfist alltaf öðru Hann á að ekki vera hjá Vodafone, Helga. Ja. Ágætt að segja það í upptöku á bæjarstjórnarfundi. Æ. Ef að þjónustan er ekki betri en þetta, það er sjálfsagt. Ég er hjá Vodafone, bara fín lagi. Það virkar ágætlega.
Við yngrum bara aðeins. Sátu þið ekki hjá í þessari afgreiðslu, Njörður og Þórunn? Með bókur sem Helgi kom með, já. Jú, Njörður og Þórunn sátu hjá og bókunin komin til Helgu. Ok. Og spurning, Aldís, hvort að þú getur lesið fundargerð ef hún ekki. Við erum að prófa hérna einhver. Heyrið þið í mér? Já, núna, já. Ekki, en ég heyri. Nei, Við það erum að slitnar deila alltaf. skjánum, Helga, gáðu okkur Og það. ég prófa að deila skjá, hvort ég nái fundargerðin inn á eitthvað. En allavega þá bara, slökkum við núna á upptöku, eða ekki? Og Það er hvað? nú náttúrulega, Og förum í fundargerð. Þökkum þeim sem hlustuðu á þetta. nú dettuðu öll inn, þurfum að hættum tökku. Þá Ok. eru öll komin. Þetta er að setja bókuna inn. Og svo kem ég og les fundargerðina. Ertu örugglega búin að slökka á upptökunni? Það er eins og hún sé ennþá á.